voru bara besta vinkona mín Mhm. og mamma og pappi sem voru búin að átta sig á hvað var í gangi. Mhm. Mér skilst að barnsfaðir minn hafi ekki haft hugmynd um þetta. Nei. Hérna, þóttu við höfum búið saman 8 ár meðan ég var með henni sjúkdóm. Já. Svo, þú veist, kemur pappi til mín í janúar 2009, þá er ég búin að vera svona í 9 ár Já. og segist vilja að fara með mér á rúndin og spjalla við mig. Svo í bílnum þá ræðir hann við mig að hann sé búin að vera að tala við geðdeild og það býði þar eftir mér viðtalstími. Ok. Og ég er náttúrulega trillist, Já. það er ekkert að mér, skilur. Nei, einmitt. En hann sagði bara, ég er ekkert að segja að sé, þú veist, eitthvað sérstakt. Ég veit bara að þið líður illa, það er búið að, þú veist, og hann keyrir minni á geðdeild og þar fer ég inn, þar bara beðið ykkur viðtalsmeðferð eftir mér. Og í þeim tíma þá bara, þú veist, var ég bara alls ekki til að viðurkenna þetta, bara sagði ekkert um þetta, en ég viðurkenndi mannlegan og kom mér að vera búið að líða illa. Ég hafði skilið sér sett 2008 við barnsföður minn og svo kemur hrunið Já. og þetta er bara svona allt í bland og á það að ég verð bara miklu veikari á átröskuninni. Þú veist, að því að ég leita þangað þegar mér líður illa, þú veist, að þá var því verri, þú veist, svona andlega, þú veist, þá lokaði mig af og þú veist, ég tók svona bara svona tímbila sem ég var bara lokuð af og var bara, þú veist, borða og þú veist, þetta var bara svona eins og að vera á túrafyllir í, skilu. Og já, en ég vildi ekki viðurkenna það og ég var rosalega reið út í pappa því ég var búin að plana að eyða sko deginu með bestu vinkonum minni og við ætlum að fara bara og gera eitthvað saman og fara svo út og borða og djamma og eitthvað svona og pappi sagðist að það hefði verið búin að tala við hana, hún vissi alveg af þessu. Svo skuttlar hann mig þangað þegar ég er búin sko og ég var rosalega reið. En þegar ég labba upp stigann, hún bjó á efstu hæð og ég labba upp stigann og hún opnaði hurðina og þá bara svona í fyrsta skipti sagði ég bara ég er með átröskun, eða þú veist, ég var ekki hvernig ég sagði það. Hún bara opnaði faðm minn og sagði bara til hamingju að hafa sagt það og það er svona, þar byrjar svona ég að viðurkenna henni sjúkdóm í fyrsta skipti. Ég gat viðurkennt það fyrir henni en ekki sálfræðingnum eða pappa eða eitthvað sko. En þarna var ég búin að samþykkja að fara í eitthvað skonar sálfræði viðtöl og hún var ólétt, sálfræðingurinn. Kom miklu styttra leið heldur en ég sagði og hún var alltaf komin bara í fæðingarólof, hún var það ekkert skilu, ég bara var ekki tilbúin að fara lengra með þetta. Þegar börnin fara til pappa sinns aðra hverja helgi þá fór ég líka bara að djamma sem ég var ekki búin að gera eftir ég hafi átt þessu börn, þú veist, ég drakk bara að það var eitthvað sérstöð þegar maður vera sko. Það var áfengi var ekki búin vandamál hjá mér í þessi 8 ár sko. En mér fór alltaf inn að finnast það bara þú veist, að fara út að djamma og svona, en það var ekki nauðsyn meðan ég var með átröskuna, ekki eins mikið, átröskun var bara besta vinkona mín, veist, þetta er svolítið sjúkt að tala um það. Þetta er ákveðin fík, þetta er 100% bara hin hliðin á peningnum, því að ég er að vinna, svo ef við hoppum svona aðeins fram í tíman, að 2013 byrjun árs, örugglega bara febrúar eitthvað, þá er ég að vinna á hálfkvæmstofu sem er á Skólavörðustígnum og það er ekkert bóka hjá mig seinnipartinn og ég segist bara ætla að taka mig frí eftir hádegi og ég bara labba upp Skólavörðustíginn og bara upp á geðdeild og bara, veist, sagði bara mér vantar hjálp. Ég geti þetta ekki lengur. Eins og ég sagði, þetta er sjúkdómur einmannleikans að vera alltaf í þessum feluleik. Jesus Christ, sko, þetta er bara þú veist ekki, gæti ekki fara í bústað án þess að vita, sko, annarkvort var ég bara að fara að svelta mig, af því að það heyrðist svo rosalega mikið þegar þú varst að kasta upp á klósti og ef það heyrðist rosalega mikið, þá þurfti ég bara að svelta mig. Það var bara eftir því að þá var ég bara ókslega mannsæl og fannst ég vera að missa ókslega miklu og þetta bitnaði bara rosalega á fjölskyldunum minni, rosalega. Bara eins og að vera fyllibitta, skilur, eða þú veist, fyllibitta, ljótt orð, alkoholisti, virkur og geta ekki, þú veist, drukja því þú ert að vera með fjölskyldunni eða eitthvað, nema bara þarna gæti ég ekki borða, skilju. Þannig voru mörg svona, þú veist, dæmi, þú veist, í útilegu og það var bara kamar, það varst ekki að fara að borða, þá varstu bara að svelta þig og þetta er bara rosalega erfitt, tókstreita. Fólk hefur verið greinilega að fara að taka eftir þessu, fyrst að pappiðinn hefur farið bara vel gert pappiðinn, sko, af því að þetta er ekkit örugglega auðvelt að taka svona inngrip, sko. Nei.
Hérna, að fara með þau á rúndin og eitthvað, þetta ég var bara svona eins og lítil smástelpa í bílnum hjá mér, get ég ímyndað mér, þú veist. Við bara, nei. Nei, einmitt. og það var alveg birtingamyndir hjá mér mjög oft þegar foreldrar mínu reyna að tala við mig. Að ég rauk út, þú veist, þessi þöggun skilur bara, ef að fór bara í fílu, fullorðin kona með 2 börn. Já.